Hæ, Guðbjörg hér. Já, þá ég í fyrsta skipti búin að kaupa frá Shein. En á pakkinu bara hér. En vídeóið heitir náttúrulega pakki frá Shein. En hvað hefur það með Halara að gera? Jú, ég nefnilega sá inn á síðunni hjá Shein buxur sem eru nákvæmlega eins og buxurnar með vondulyktinni sem ég fékk frá Halara. Ég ákvað að pröfa að kaupa þessu buxur, þær eru hérna í pakkanum, vonandi, og mér langaði að sjá hvort þetta væru bara sömu buxurnar. Þið muni kannski, ég með þær hérna frá Halara, þessar hérna, það ennþá lykt af þeim, og þær eru merktar hérna, eins og þið sjáið, Halara. Og mér langaði að sjá hvort það væri bara sömu buxurnar. Ég veit það ekki, en ég mjög spennt. Ég ætla bara að opna þetta með hnífnum mínum hérna. Hæ, Spencer. Þú kíkja. Ok. Þetta í poka, í fullt af pokum. Ok. Það er mikið. Já. Ok. Hvert hérna. Byrjum á því, eða ég var að byrja á buxunum. Af því ég er svo forvitin, eða taka það síðast. Já, tökum það síðast. Ok. Hvað keypti ég? Þeir eru mændi mikið plast alltaf. Ok, þetta eru buxur. Með svona mitti, ég er alveg að fíla þetta mitti. Það er mjög þægilegt að vera í svona buxum. En já, fannst eins og teygjan að vera snúin. Og þær eru náttúrulega, þú veist. Ok. En þær eru samt úr svona efni sem ég er ekkert rosalega mikið að fíla. En, já, ég er náttúrulega eftir að máta þetta á svona. Gerum það. Svo keypti ég hérna, þetta held ég einhver bólur. Þetta ekki líka ópen. Þetta er vakuumpakkað. Ég ekki sorry fyrir það. Já, ég get ekki opnað þetta. Hvað er hnífurinn? Það var alvöru verkfæri við þetta, sko. Hendi þessu bara. Já, býtum við. Já, ég keypti þetta svona eiginlega til að vera í undir, af því að það er alltaf svo kalt hérna á Íslandi. Þetta er bara svona peysa, mjög plain peysa. En hún er svona þykk inni, ég veit ekki hvort þið sjáu það á efninu. En allavega mjúk. Já, mjög mjúk. Wow. Nice. Ok. Mátum þetta. Jæja, ég er hérna upp á tröppu. Svo ég sjáist eitthvað hérna buxurnar. En þær eru einmitt svona með krossmaga. Það er alveg þægilegar. Ég er reyndar í flísleggings innandir. Og hérna Já, það er náttúrulega stórhættulegt að vera hérna upp á okkur tröppu.
En peysan, hún alltaf hefði ekki mátt vera minni og en hún mjög þægileg og alveg ótrúlega mjúk. Bara gott að vera í þessari, sko. Það alveg spurning hvort maður kaupi fleiri. Ég náttúrulega man ekkert, ég held að ég hafi keypt medium, en ég eiginlega farin að halda þessi small af því að þetta alveg bara já, en ég alveg að fíla þetta. Þú veist, ég pínu eitthvað, gæti nú alveg notað það samt, en það kemur í ljós, veit ekki. Hæ, þetta auglýsing frá mér. Ég búin að skrifa bók sem til á hrafnata.is og þetta bók sem heitir Tengjumst aftur, hugleiðingar, æfingar og innsýn í tengsla handan. Mjög góð, búin að fá mjög góða dóma. Ég mjög ánægð. Svo hef ég líka gert spilastokk og hann bara frábær fyrir alla, bæði byrjendur og lengra komna, einfaldur, auðvelt að skilja. Svo spáspila dagbókin komin og hún rauninni tengist spilastokknum og snýst að þegar þú dregur spil þá getur þú skrifað í dagbókina hvaða spil þú fékkst, hvað spilið þýðir, hvaða tilfinningu þú færð og hvað þú heldur að spilið sé í þýðingu rauninni fyrir þig. Af því að spil sem að þú dregur og spil sem ég dreg ekkert endilega það sama. En þetta allt fæst á hrafnata.is. Bókin mun koma í prentformi fljótlega inn á síðuna. Ok, takk fyrir. Bye. Svo spurning hvor buxurnar. Þessi hér eða þessi hér? Aðeins. Og þetta líka í auka pakka. Ok, þetta buxurnar. Takk þá eftir. Og þá ætla ég að taka þetta fyrst, sem stærri pakkin. Þetta líka í svona, ó já, heyrðu. Já, sko, því að það var, já, stendur glow mode. Það var einhverjar, ég var búin að sjá það eitthvað staðar á síðu að þar sem að var verið að tala föt frá þessu glow mode. Og þetta svaka fínt pakkað. Já, einmitt. Bara svona venjuleg peysa sem náttúrulega hægt að nota í frísbí. Og sko, þetta alveg bara, ég sofi bara í þessu, þetta svo mjúkt. Vá. Ég kannski fer í þessu bara eftir. Já, vá, þetta ekki smá mjúkt efni. Ég þarf eiginlega að finna út hvað efni þetta sko. Þetta ég sko til ég að meta þetta. Oh my god. Sko, ef það þægilegt að vera í þessu, þá ég alveg viss til þess að kaupa mér allavega 2 í viðbót. En það spurning hvort ég kaupi kannski öðrum lit. Já. Ok. Efni, það stendur nú ekkert. Það fljóta bragði. Stendur þetta eitthvað polymide. Well, ég þekki það ekki. Buttersoft fabric. Já. Stela það. Herðu, já. Þá aðalatriði. Buxurnar.
Þær eru líka frá Glowmate, ég bara myndi það náttúrulega ekki. Og svona fancy pakkar líka. Spencer alltaf í stílu fyrir að taka upp. Það svo sem lykt á þeim líka, en það er ekki einslykt. Ok. Þær eru, sem við sjáum, þær eru alveg eins. Ég held að þeim finna lífið hlið. Ég var ekki að grínast með þetta. Hérna eru Halara. Sjá. Og hérna það eru aðeins dekkri. En það eru vel alveg eins. Ok. Ég ætla bara að setja það hans hérna. Ég þarf að sjá. Það er auka vasi hérna í Glowmate. En það kemst tíkallinn í. Sjáðu, hann er bara svona hálfur putti. Pínu lítill vasi. Ég veit ekki alveg hvað það er fyrir, sko. Það er allavega vasar. Það er alltaf fínt. Já, það er ekki einslykt, en það er samt svipulegt. Og buxurnar eru náttúrulega, ég held að þessi sé aðeins meira útviðar heldur en hinar. Nei, þetta er alveg jafn mikið. Já, það er alveg spurning. Þetta er sko, við skoðum þetta svona, þá fyrir framan eða býtum við, nú ég alveg að rugla. Nei, fyrir framan Glowmate, eins og ég held, og fyrir aftan Halara. Ég bara, mér finnst það bara nákvæmlega sama. Nema náttúrulega inn í þessum buxum frá Glowmate ekki Halara merkið hérna aftan. Og það sko, Hei Spencer. Hei höstin mín. Já. Þannig að það bara svona miði hér. Mitt. Já, ég þarf eiginlega bara að máta það og sjá. Ég ekki svara fyrir að ég held að það sé nákvæmlega sama. Það aðeins öðruvísi litur á saumnum innan í. Og því hjá Shane saumurinn innan í svona brúnn. En hann svona blár hérna frá Shane. Það spurning, kostuðu það það sama? Ég þarf eiginlega að finna út því. Nei, ég náttúrulega reyndar fékk buxurnar á afslætti hérna hjá Halara. Ég þarf eiginlega að athuga það samt. Þessi bara efnið, sko ég held að þetta sé það sama. En allavega, ég eftir að máta og kannski ég gera það bara núna eða eitthvað. Ég það hvort að skipta föt. En hérna, já, þetta var áhugavert. Ég allavega ánægð með þessi vöru sem ég keypti mér frá Shein. Þetta sumir segja að sé happ og glapp, en ég held að bara maður þarf að skoða vel það sem maður að kaupa. En sko, ekki kaupa bara með augunum. Kaupa með upplýsingum. Og hérna, já, þetta bara,
þetta áhugavert, ég allavega alveg sátt við þetta og ég enda hef ekki hugmynd af hverju ég hef ekki keypt frá Shein áður. Já, ég veit það ekki, en allavega mér líst allavega vel á þessar glómatvörur sem ég keypti og kannski að maður skoði það merki bara betur og meira ef maður að spá í einhverjum öðrum vörum. Þannig að já, þetta bara, ég allavega sátt, en ég ætla svo að máta, sjáum hvernig þetta verður þá. Jæja, þá það hinar buxurnar. Já, kikið upp. Þá þær vel upp í mitti og þær eru enda svolítið síðar. Ég þarf greinilega að láta stytta þær. En ég ætla að sýna ykkur hinar. Ekki svona kannski. Nei, við ljósið. Það eina sem ég sé að það á fljótu bragði, það meira svona eins og þetta sé fyrir rennilás heldur en hér er bara saumur beint. Já, áhugavert að já, en þær passa og þær eru þægilegar og ég þarf reyndar að láta stytta þær. En svo þessi peysa. Ég myndi ekki segja að þetta væri true to size af því að ég bara kremjast en hún samt ótrúlega mjúk og ótrúlega næs peysa, en ég mun alveg pottþétt held ég þurfa að kaupa mér aðra svona í stærri stærð og já, þannig að þetta bara það. 4 flíkur, 3 af 4 allavega sátt, þó að þessi hér myndi ég vilja hafa aðeins stærri. Finnst náttúrulega líka alveg gott að geta verið í einhver innendur. Þannig að já. Það var eitthvað meira sem ég vildi segja við þetta. Það allavega alveg líkur á því að Shein, eða allavega þetta merki hjá Shein, sé að nota sama framleiðanda. Þess að sama fjölda verksmiðju myndi ég halda og Hallara og Shein nota sömu allavega fyrir þessi buxur. En svona miðað við að þær eru eiginlega nákvæmlega eins, en svo getur náttúrulega líka verið að annar hafi stolið af hinum. En að það eru það því varan ekki alveg 100% nákvæmlega eins, en samt alveg nógu lík, en það bara þannig svona, það kallast samt ekki stöldur þó að sé stöldur. Þetta svona hugmynda hvað heitir það? Já, svona hugmyndastöldur eða þannig. Já, þá ætla ég bara að fara að gera eitthvað annað. Hárið á mér náttúrulega komið allt upp í loftið við að vera að fara í og úr og maður ekkert að laga hárið. En endilega geri like og geri subscribe. Það hjálpar alltaf og bara eigið góðan dag, munið eftir að vera góð hvort annað og kærleikurinn vinnur. Bye!